Þær hjálpuðu reynda til. Hilmar Sighvatsson varnarmaðurinn sendir boltan hér í eigið mark. Staðan orðin 2-0 Valsmönnum í vil og þeir voru ekki hættir. Hilmar sjálfsögðu heldur óánægður þetta. Og þriðja markið var reyndar líka hálfgerð gjöf. Fylgist með Baldri Bragasyni. Hér fellur hann við og við skulum fá að sjá þetta hægt. Og þar sést að þetta nú alla ástæða til að dæma vítaspyrnu. En það var gert. Úr henni skoraði Steinar Adolfsson og Valsmenn sigruðu því í þessum leik með 5 mörkum gegn engu. Þeir byrjuðu af þeim krafti sem að Valsmenn virtist vanta í upphafi leiksins og engu líkar en að þreyta sæti í Valsmönnum. En það ástand varði þó ekki nema í svo sem eins og einar 10-12 mínútur því að Valsmenn áttu besta tækifærið á fyrstu þessum 12 mínútum. En það var þegar að Baldur Bragason fekk tækifæri. Við sjáum það hér og eftir. Valsmenn eru hér með boltan, nýkrýndir bikarmeistararnir og nú veðrið eins og sjáum var svona þokkalegt í Kópavoginum. Það var þó frekar kalt og hvasst. Það blés vel af norðri og Valsmenn léku með vindinn í bakið til að byrja með. Og hér í uppsiglingu er fyrsta færi þeirra í þessum leik. Hér er Arnljótur Davíðsson með boltan fyrir Valsmenn. Sendir tilbaka á Ísudín Dervits og hann fyrir markið. Og boltinn berst þar til Baldurs Bragasonar sem á hér hörkuskotamarki en Kardaglía varði þarna vel. Og áfram verða Valsmenn og Baldur var ekki hættur. Hér er Steinar Adolfsson með boltan en þess ber að geta að Sævar Jónsson lék ekki með Valsmönnum eftir meiðsli sem hann hlaut í bikarleiknum. En hér átti Baldur skot fram hjá marki Blikana. Þetta var á 14. eða 15. mínútu. Og hér er Bjarni Sigursson að grípa inn í leikinn. Þrumar boltanum fram völlinn. Og boltinn berst út á vinstri vænginn frá Arnljóti Davíðssyni á Ísudín Dervits. Og hann sendir hér fyrir markið. Mjög góða sendingu og beint af kollin á Antoni Karl Gregori sem skorar fyrir Valsmenn og kemur þeim í 1-0 á 20. mínútu leiksins. Mjög vel að þessu marki staðið hjá Valsmönnum og þeir ná þarna forystu og virtust hvergi lúnir eftir erfiðan bikarúrslitaleik gegn KA á dögunum. Og hér sjáum við þetta mark aftur, glæsilegt mark. Og Valsmenn voru sterkari, svo ekki sé meira sagt. Og hér er það Steinar Adolfsson sem á skalla en Kardaglía varði nú þetta. Og Kardaglía spyrnir hér frá marki. En Blikarnir áttu ekki beint dapran dag. Þeir gáfust nú ekki upp og reyndu að sækja þó svo að Valsmenn næðu umtalsverðri forystu. Og hér er nú Blikarnir einu marki undir og eru að sækja. Sigurjón Kristjánsson skallar en heppnin ekki með Blikunum að þessu sinni. Og hér er það Pálo Kretovic sem að spyrnir frá marki Breiðabliks. Og Valur Valsson með boltan. Og Hilmar Sighvatsson. Og hann á hér gott skotamarki. Bjarni heldur ekki boltanum en er þó til hans aftur. Mjög góð sókn hjá Blikunum. Og þá er komið að Valsmönnum að sækja. Ísudín Dervits með boltan en hann átti góðan leik þar til hann fór út af vegna meiðsla. Sendir hér fyrir markið og Antoni Karl ekki ósvipað því sem að skóp mark Valsmanna áðan. En nú fór skalli Antonís framhjá. Og þá er það Blikar sem reyna að byggja upp sókn. Valsmenn brjóta hann á bak aftur. Og Arnljótur Davíðsson hér með boltan. Sending á Antoni Karl og Arnljótur fer boltan aftur. Sendir góða sendingu hér á Ágúst Gylfason. Og hann sendir fyrir markið en þar kemur Hilmar Sighvatsson fyrirliði Breiðabliks og setur boltan í eigið mark. Og má nú búast við því þó svo að Hilmar léki hér á árum áður með Val. Hafi nú ekki ætlað sér að hjálpa sínum gömlu félögum með þessum hætti. Óheppinn Hilmar Sighvatsson og staðan þar með orðin Valur 2 Breiðablik 0 í Kópavoginum hér fyrir í kvöld. Og enn er það Valsmenn sem sækja. Ágúst Gylfason lyfti boltan hér á Baldur Bragason og hann leikur hér á einn Blikana og fyrir þessu óláni varð Úlfar Óttarsson að fá sér dæmda vítaspyrnu og við skulum skoða þetta aftur. Kemur Úlfar við hann, það er ekki að sjá á þessum myndum. Þetta er vel leikið kannski má segja hjá Baldur Bragasyni en það er ekki alveg hægt að staðhæfa það hér á þessum myndum.
En manni sýnist sem svo að Baldur sé þarna að fiska vítaspyrnu fyrir Valsmenn. Og Steinar Adolfsson er tilbúinn hér og hann skorar örugglega úr vítinu fram hjá Kartaglia og breytir stöðunni í 3-0 fyrir Val. Mjög örugg vítaspyrna hjá Steinar Adolfssoni og enn er það Valsmenn sem sækja hér en þá er flautað til hálfleiks og staðan í hálfleik Breiðablik 0, Valur 3 og Valsmenn ætla ekki að gefa eftir í toppbaráttunni þó þeir séu nokkrum stigum á eftir Skagamönnum og þremur efstu liðunum. En hér erum við komin í síðara hálfleik. Jónas Helgason með sendingu fram en hann lék í stað Sævars Jónssonar í kvöld. Ísundi Dervids leikur á Sigurð Víðisson, sendir fyrir markið og þar er komin Antoni Karl og hann skorar öðru sinni í þessum leik. Hann er á skotskónum þessa dagana, skoraði 3 mörk í bikarúrslitaleiknum og skorar hér öðru sinni gegnum Breiðabliki. Antoni Karl, en enn er það Ísundi Dervids sem að leggur upp fyrir hann þetta mark. Glæsileg sending og Antoni Karl gat nú ekki annað en skorað þarna og lagar stöðuna betur fyrir Valsmenn og nú er hún 4-0 og Steinar Adolfsson hér með góðan skalla en óheppinn Steinar boltinn í hliðanettið og þá var það Blikarnir en þeir gáfust ekki upp eins og áður segir þó svo að útildið væri döggdagastakt og hér er Arnar Gretarsson með skot, gott skot en fram hjá markinu. Hilmar Sighvatsson hér með aukaspyrnu fyrir Breiðablik segi ég og Sigurður Víðisson fær hér boltan, hann lyftir honum inn á teiginn og Arnar en Arnar óheppinn hitti boltan illa og Bjarni það var þetta. Svæli Bossa með sendingu en missafnað Blik að komast á milli og hér er gott skot frá Kristófer Sigurgeirssyni en beint af Bjarna og Kristófer fær hér boltan aftur, hann er kominn sem varamaður í hálfleik og boltinn berst til Grétars Steindorssonar og hvílíkt dauðafæri en skotið framhjá. Svo lánið lék nú ekki við Blikana í kvöld. Enn var staðan 4-0 en þá var komið að Valsmönnum að sækja. Og hér er það Ágúst Gylfason. Baldur Bragason leikur hér á Hilmar Sighvatsson og upp að endamörkum fyrir hann og sendir bolta fyrir markið og þar kom Jón Grétar Jónsson og skorar þriðja skallamark Valsmanna í leiknum. Mjög gott mark hjá honum og staðan þar með orðin 5-0. 5-0 Val í hag og Jón Grétar komst þarna á marka skoraralista Valsmanna í kvöld. En Blikarnir áttu má segja færi í þessum leik til þess að skora og hér er Arnar Gretarsson veitt þeirra en skot hans í hliðanettið og framhjá. Og Bjarni mátti hafa sig allan við að verja þetta. Hér eru Valsmenn, Ágúst með sendingu upp í hornið á Arnljótur Davíðsson. Valsmenn voru heldur ekki hættir, þeir vildu fleiri mark. Arnljótur sendir inn á teiginn. Og Sali Fossa missir á boltanum hér. Arnljótur fær þó boltan að 9. Og hér er Antoni Karl með skot en beint á Kartaglia. Þá er það Blikar. Arnar Gretarsson. Sending fyrir. Það kemur Hilmar Sighvatsson en Bjarni varði glæsilega. Þessa markvörslu skulum við skoða nánar. Fyrstum á halda að boltina fer í stöngina en sjáum Bjarni hendir sér niður og slæmir hendinni í knöttinn og hann fram hjá stönginni. Frábær markværsla og fyrir þessu fengu Blikarnir hornspyrnu og Grétar hér með skot en Bjarni varði. Og þannig lauk þessum leik Breiðablik 0, Valur 5 í Kópavogi í kvöld og því næst skulum við halda niður á Laugardalsvöll þar sem